Kæra þjóð. Hjálparópin hafa aldrei verið jafn skerandi og nú frá því að ég var kjörin á Alþingi fyrir tæpum 6 árum síðan. Hjálpaðu mér upp, mér finnst ég vera að drukkna. Hjálpiði mér upp, mér finnst ég vera að drukkna. Aldrei hef ég upplifað eins mikið vonleysi og sorg í samfélaginu okkar og aldrei hefði ég trúað því að óreyndu að ríkisstjórnin, að ráðherraherinn sem á að vera brjóstvörn allra landsmanna skulu einungis vera skjöldur og hlíf fyrir þá sem allt eiga, fyrir þau sem raunverulega þurfa á engri hjálp að halda, fyrir þau sem standa fjárhagslega það vel að þau taka varla eftir því að okurvextir og óðað verðbólga æðir hér samfélagið sem eldur akur. Þessi ríkisstjórn hefur stungið fingrunum í eyrun og kosið að túlka neyðarópin sem gleðióp þeirra sem hafa það að meðaltali alveg rosalega gott. Hver þekkir ekki möntruna það að hér drjúpi smjör af hverju strái og OECD segir já, að meðaltali þá hafa Íslendingar það frábært, algjörlega frábært. Þar sem kaupmáttur hefur aldrei verið meiri og laun aldrei hærri. Ráðamenn sem keppast hver í kapp við annan að reyna að telja fátæku fólki trú að víst þá hafi þau það verulega gott. Þetta jú land tækifæranna. Þvílík hræsni. Ég kvíði því að skoða pósthólfið mitt hvern einasta dag þar sem tugir bréfa bíða mín frá fátæku fólki í neyð. Póstur eins og nú 1. júní, þá á ég bara 2.000 krónur til að lifa af út mánuðinn og ég einungis búin að greiða húsaleiguna mína. Eða ég get ekki meir, ég bugaður maður. Eða ég á ekki fyrir mat handa börnunum mínum. Ef það væri ekki fyrir hjálparstofnanir og ölmusu sem ég að þiggja annars staðar frá, þá myndum við svelta hér heilu hungri í sem sagt landi tækifæranna. Svona Ísland í dag. Svona lífið í landi tækifæranna þar sem ráðamenn sitja í fílabeinsturni og strá af og til örlítilli mylsnu af allsnakta borði sínu yfir hópinn sem drukknandi hrópar á hjálp. Mylsnu til handa þeim sem mest og langmest þurfa á aðstoð þeirra að halda. En það bólar ekki á raunverulegum aðgerðum. Það bólar ekki á þeim raunverulegum aðgerðum til þess að ganga gegn verðbólgunni, í baráttunni gegn örbirgð, í baráttunni gegn vaxandi fátækt. Á síðastliðnum 6 árum þá hefur fátækt íslenskra barna vaxið úr 9,1% í 13,1%. Sem sagt, hvorki meira né minna. En á síðastliðnum 6 árum í landi tækifæranna þá hefur fátækt íslenskra barna vaxið 44%. Ég þori varla að ímynda mér hvernig staða þeirra væri ef þú ætti ekki barnamálaráðherra sem vill að allir viti að hann besti vinur barnanna. Við í Flokki fólksins höfum ítrekað boðað raunverulegar aðgerðir. Trekk í trekk höfum við lagt fram frumvörp hér sem öll eru meira og minna að takast á við þá erfiðleika sem eru í samfélaginu í dag. Takast á við verðbólguna, takast á við örbirgðina, hækka lágmarksframfærslu og hæstv. Ríkisstjórn, hættið að skattleggja fátækt. Við höfum viljað húsnæðisliðir út úr vísitölunni. Það gjörbreytt stöðunni strax. Árið 2020, í febrúar 2020, þegar við Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. þingmaður, vorum 2 að berjast hér í Flokki fólksins, þá byrjuðum við strax að ræða hvaða aðgerðir ríkisstjórnin ætlaði að grípa til núna þegar væri greinilegt að það væri verðbólga handan við hornið. En nei, ráðamenn hér í þessu ágæta húsi, hæstv. Alþingi Íslendinga, höfðu engar áhyggjur af því. Þau sáu engin teikn á lofti það að hér væri verðbólga handan við hornið. Vegna þess að hér erum við alltaf í landi tækifæranna.
þar sem að meðaltali segir að allir hafi það alltaf svo rosalega gott. Húsnæðisliðinn út úr vísitölunni hefði gjörbreytt stöðunni strax núna. Við höfum líka, svo merkilegt sem það er, því að ég ætla nú að vísa hér í ágætan ræðumann hér á undan mér, hv. þingmann Kristrúnu Frostadóttur, sem talar ítrekað um leigubremsu og aðgerðir Samfylkingarinnar, okkar góða jafnaðarmannaflokks, hvað það varðar. Leigubremsuna, já. Og aðgerðir sem meira að segja Samfylkingin gat ekki greitt atkvæði með þegar við mæltum fyrir breytingartillögunni okkar um leigubremsu í desember. Og nú liggur inni í þinginu einmitt frumvarp frá Flokki fólksins um leiguþak og um leigubremsu, um hækkun bankaskatts, um hækkun á auðlindagjöldum. Við erum búin að tala um það líka að afnema verðtryggingu og til þrautavara afnema verðtryggingu tímabundið á meðan við erum að ganga í gegnum þennan brimskap sem að allir vita að við erum að gera í dag. En nei, ég veit ekki, virðulegi forseti, í hvers leikriti ég er að taka þátt í, en það er eins og allir leikarnir séu ennþá niður í sminkherbergi að sminka sig áður en þeir ganga á sviði, því að það er ekkert að frétta, ekki neitt. Á að byggja íbúðir fyrir fólkið á viðráðanlegu verði? Nei. Ríkisstjórnin gjörsamlega klúðraði gullnu tækifæri og samdi frá sér Keldnalandið. Með þeim afleiðingum að lóðaverði hefur rokið upp úr öllu valdi og Reykvíkingar og Reykjavík ætla nú ekkert að ráðast í neina uppbyggingu fyrr en hægt verður að tengja hana við borgarlínu. Á að tryggja þjóðinni sanngjarnt endurgjald af afnotum af sjávarauðlindinni? Nei, það var alls ekkert að gera það. Þess í stað á að þrengja enn frekar að til dæmis strandveiðisjómönnum og koma fleiri tegundum sjávarafla í gjafakvótakerfið. Á að stemma stigu við og ráðast í aðgerðir gegn vaxandi fíknivanda sem hefur valdið ótímabærum dauða tuga ungmenna frá síðustu áramótum. Ég hef ekki heyrt um það. Ég hef ekki heyrt um það nema það sé verið að skoða hlutina. Það er alveg ótrúlegt hvað hlutirnir geta verið lengi í nefnd. Það er alveg ótrúlegt hvað við þurfum að bíða lengi eftir því að hlutirnir taki á sig eðlilega mynd og eitthvað sé að frétta. Í rauninni til gamans og ekki gamans þá hringdi mig ungur maður um daginn sem er alkóhólisti og hefur búinn að vera edrú núna í allnokkuð marga mánuði, en hann átti inniliggjandi umsókn á sjúkrahúsi Vog til þess að biðja um hjálp. Þeir hringdu ég núna og gleðifréttirnar voru þær að þá var hann reynda búinn að vera edrú í 11 mánuði, sem segir okkur það að biðlistinn er alltaf til staðar. Það er að bíða um 700 einstaklingar eftir hjálp til þess að komast í læknismeðferð inn á sjúkrahúsi Vog. Ríkisstjórnin talar um að verja framúrskarandi lífskjör og kaupmátt á meðan gjáin á milli þeirra ríku og fátæku heldur áfram að breikka og dýpka. Ég bara segi þetta að lokum. Ágæta ríkisstjórn, að gefnu tilefni þá skora ég á ykkur að hætta að skattleggja fátækt og taka tillit til þeirra 400.000 kr. lágmarksframfærslu sem Flokkur fólksins hefur mælt fyrir skatta- og skerðingarlaust. Og ágæta ríkisstjórn, í guðanna bænum farið að vakna og farið að hjálpa þeim raunverulega sem eru að kalla á hjálp og eru að drukkna.